Góðan daginn. Velkomin á þennan fræðslufund Íslandsbanka fjármögnun fyrirtækja. Karlssonis Jónsson heiti ég og ég viðskiptastjóri fyrirtækja í útibúi Íslandsbanka hér í Norðurtunni. Á þessum fundi ætlum við að fara svona aðeins yfir fjármögnun fyrirtækja, til hvaða þátta þarf að horfa, hvernig erum við að tækla þessi mál, hvaða gögn þarf að skila inn og til hvaða atriða erum við að horfa öllu jafna þegar við erum að skoða fjármögnun fyrirtækja. Þessi fundur er tekin upp og verður settur á islandsbanki.is, þannig að ég ætla að fara svona hratt yfir ansi vítt og breitt svið, þannig að ef það einhverjar svona pælingar á eftir þá er alltaf hægt að skoða fundinn aftur á netinu. En ég ætla að biðja ykkur að bíða með spurningar þar til eftir fundinn og þegar ég er búinn að fara yfir mitt erindi þá getum við farið svona í svara spurningum og spjalla svona saman um málið. En efnahagsreikningur fyrirtækja, hann sýnir svona hvernig fyrirtæki eru fjármögnuð alla jafna og eignir fyrirtækja eru fjármagnaðar annars vegar með skuldum og hins vegar með eigin fé. Og þegar við tölum eigin fé þá er það hlutafé sem fyrirtæki eða sem eigendur hafa lagt fyrirtækinu til. Það er sá hagnaður sem skilinn hefur verið eftir inn í félaginu og er nýttur til að fjármagna áframhaldandi rekstur og vöxt félagsins. Og svo hins vegar með skuldum sem eru þá skuldir við lánastofnanir. Það er mögulega viðskiptaskuldir við birgja vegna þess að þú ert með kannski einhvern greiðslufrest á þeim viðskiptum sem þú átt við þína birgja. Og svo er sviðið mjög vítt og breitt. Það eru til alls kyns möguleikar á því að fjármagna fyrirtæki. Við erum með hópfjármögnun og við erum með hinn og þessi atriði. Vogunarsjóðir. Það var eitt fyrirtæki í síðustu viku sem fékk til sinn englafjárfesti. Hver vill ekki fá engilinn í fjármögnunarteymið? En englafjárfestar, þeir eru kannski svona meira að einbeita sér að nýsköpunarfyrirtækjum og svona sprotafyrirtækjum og þeir eru örugglega efni í sérnámskeið. Það eru kostur og gallar við að fjármagna fyrirtæki með skuldum annars vegar og eigin fé hins vegar. Og kannski stærsta þarna breytan inn í þessu er að það er ákveðin mánaðarleg greiðslubyrði af skuldum og lánum við banka. Þú þarft að greiða því mánaðarlegar afborganir yfirleitt og þannig að sjóðstreymi félagsins þarf að vera nokkuð stöðugt til þess að mæta þeirri greiðslubyrði sem er inn í félaginu. Á móti því aftur á móti þá er náttúrulega eigið fé og lán frá hluthöfum að það þarf ekki að greiða því mánaðarlega og það er yfirleitt þolinmótt fé sem lagt er til svona fyrirtækjum. Fjárfesting í hlutabréfum er í eðli sínu fjármögnun til langs tíma. En eigið fé aftur á móti, að þeir sem leggja félaginu til pening, að þeir vilja yfirleitt vera með puttana í stjórnun félagsins. Þeir vilja fá hlutdeild í hagnaði félagsins. Þeir vilja fá hlutdeild í verðmætaaukningu félagsins og á meðan lánastofnanir vilja bara fá vexti af því sem lánaði þar inn. Það er engin kannski beint rétt leið til þess að fjármagna fyrirtæki, en það má segja sem svo að það er auðveldara að spotta hvernig fyrirtæki eiga ekki vera fjármagnuð. En svona þumlutareglan í þessu er að langtíma eignir eru fjármagnaðar með langtíma lánum og þá er reynt að stilla fjármögnunartímann svona í takti við líftíma þeirra eigna sem verið er að fjármagna. Skammtímalán eru þá fjármögnuð með skammtímalánum og þegar talað um skammtímalán þá er þetta lán sem er til innan við 1 árs á lengd og tækjalán svo í takti við líftíma tækjana. En lykilatriði í fjármögnun fyrirtækja og það er svona þau ráð sem maður myndi gefa fjármálastjórum er þá væntanlega að fjármagna fyrirtækið hóflega, vera með eigið fé til þess að mæta sveiflum í rekstri og gera áætlanir
passa upp á að lenda ekki í lausafjárskorti. Lausafjárskortur svona það versta sem getur hent fyrirtæki í sínu rekstri og gott dæmi það til dæmis bara þær fréttir sem hafa verið að berast af á undanfarnar vikur. Dæmi það mögulega eins og bíll, líftími bíls er kannski 7-10 ár og þar erum við með sérfræðinga hérna á 7. hæðinni í Ergo sem myndu fjármagna þann bíl kannski til 7 ára og svo náttúrulega alltaf hægt að taka slíka fjármagn til skemmri tíma og þá náttúrulega bara reikna myndunin betri. Fasteignir, þar erum við að tala alltaf 25 ár á gott skrifstofuhúsnæði á góðum stað en atvinnuhúsnæði alla jafna lána til skemmri tíma heldur en til íbúðarhúsnæðis og það bara vegna þess að atvinnuhúsnæði nýtt öðruvísi. Þetta annars konar húsnæði, iðnaðarhúsnæði til dæmis til skemmri tíma, kannski 15-20 ár en þetta fer rosalega eftir hverri fasteign fyrir sig, hvort það sé nýtt eða gamalt eða viðhaldsþörf og annað. Menn spyrja sér rosalega mikið þegar þeir eru að fjármagna eignir í fyrirtækjum hvort það sé betra að taka bara yfirdrátt eða ætla að reyna að borga þetta eins hratt niður og hægt eða hvort að langtímalán skuldabréf sé betri kostur. Kostnaðurinn við skuldabréfið náttúrulega, hann meiri til að byrja með, það náttúrulega lántökugjald á skuldabréfinu. Í einhverjum tilvikum eru uppgreiðslugjöld á skuldabréfum, sérstaklega fasta vextir að ræða sem ég fer betur í hérna á eftir. En yfirdrátturinn náttúrulega ber engan sérstakan kostnað. En yfirdrátturinn sannarlega á hærri vöxtum og ef við tökum bara svona létt dæmi að segjum sem svo að yfirdráttur beri 13% vexti og skuldabréfið beri 9% vexti, þá vaxtamunurinn þarna á milli 4%. Lántökugjaldið, segjum að það sé 2%. Þannig að miðað við það að vaxtamunurinn sé 4% á hverju ári, þá tekur það svona cirka 6 mánuði að greiða upp þetta 2% lántökugjald sem þetta greiða upphæð af skuldabréfinu. Þannig að ef þetta dæmið og þú ert að fjárfesta í bíl og ætlar að greiða bílinn innan við 6 mánuðum, þá væri kannski yfirdrátturinn eitthvað sem væri vert að skoða. En ef þú ætlar að greiða þetta á lengri tíma, þá væri skuldabréfið svona hagkvæmari kostur. En ef við bætum uppgreiðslugjaldinu og segjum að það sé 2% uppgreiðslugjald á láninu, þá vaxtamunurinn 4% en kostnaðurinn við skuldabréfið var 4% og þá þetta 12 mánuðir sem það væri hagstæðara að taka yfirdráttinn frekar heldur en skuldabréfið. Þannig að þetta svona reikningsdæmi í hvert og eitt skipti hvernig best að fjármagna hvert og eitt verkefni. Áhættuvilji eiganda mjög mismunandi og hann kemur dálítið sterkt inn í hvernig fyrirtæki eru fjármagnuð. Ef þú vilt taka mikla áhættu í þínu rekstri, þá fjármagnar fyrirtækin kannski meira með skuldum heldur en eigin fé en ef þú ert áhættufælinn og vilt ekki vera með of þunga greiðslubyrði á þínum lánum, þá kannski tekur láni aðeins, þá kannski fjármagnar aðeins meira með þínu eigin fé og tökum hérna bara dæmi. Það sem aðili á 50 milljónir og leggur til fyrirtækinu 50 milljónir í hlutafé. Hann kaupir eina íbúð á 100 milljónir og tekur þá 50 milljónir að láni. Eiginfjárhlutfallið inn í þessu fyrirtæki 50%. Lánið sem þarna inni, það náttúrulega greiða því mánaðarlega og kannski á móti eru leigutekjur af fasteigninni. Þannig að það myndi maður ætla eitthvað meira svigrúm inn í þessu félagi heldur en í neðra dæminu þar sem sami einstaklingur eða bróðir hans sem stórhættulegur setur 50 milljónir inn í félag. Hann kaupir í staðinn fyrir að kaupa eina íbúð, þá kaupir hann 2, borgar þetta 200 milljónir og þarf þá 150 milljónir að láni. Og þarna eiginfjárhlutfallið ekki orðið nema 25%. Þannig að það má ekki mikið út að bregða hjá þeim aðila. Hann þarf að greiða þarna 150 milljónir króna láni. Hann með 2 íbúðir leigu, þannig að svigrúmið að öllu jöfnu minna. Viðskiptabanki eins og Íslandsbanki tekur við innlánum, lánar útlán. Þetta í grunninn viðskiptabankastarfsemi svona frekar
þröngt sniðinn stakkur, verður að segja. Við lánum fyrirtækjum í góðum rekstri á móti traustum tryggingum. Þannig að það getur verið erfitt fyrir nýja aðila að fá lán inn í félag. En svo erum við bara verðlagning og annað, það fer bara eftir áhættu hverju sinni. Ég teiknaði upp svona ferlið fljótt og ferlið þá bara að fyrirtækið telur sig þurfa á einhverju lánafyrirgreiðslu að halda, ætla að fara í eitthvað verkefni, vaxa eða eitthvað slíkt. Það setur saman lánsbeiðni, gefur með til bankans, við förum yfir hvaða möguleikar eru í boði, banki tekur svo við keflinu og þar fer fram vinna sem tekur allt á langa tíma að mati viðskiptavinna oft og svo kemur út úr því einhverju niðurstaða og vonandi verður farið í skjalagerð í framhaldinu og svo láni greitt út og endurgreiðsla þess hefst á fullu. En förum svona í hvert og eitt skref aðeins í þessu. Fjárþörf fyrirtækis myndast náttúrulega vegna bara ýmissa þátta í rekstri. Það er að vaxa eða það ætlar einhvers konar fjárfestinga, það þarf að stækka við sig fasteign, vaxa mögulega með því að kaupa annað fyrirtæki eða eitthvað þar fram til götunum. Og lánsbeiðnirnar eru jafn ólíkar og það eru margar sem við fáum inn í bankanum. Til þess að átta sig á því hvað er verið að biðja hvernig er verkefnið, þá þurfum við að spyrja okkur allra þessar spurninga, eða spyrja fyrirtæki allra þessar spurninga. Við þurfum að spyrja örugglega miklu fleiri spurninga og þannig að lykilatriðið þarna er að vinna þetta með fyrirtækjunum. Best er að fá bara einhvers konar, taka einhvern fund, þar sem farið yfir málið. Þeim mun betur unnin sem lánsbeiðnin er frá fyrirtækinu, þeim mun náttúrulega styttra tíma, tekur það að átta sig á málinu sjálfu, hvaða möguleikar eru í stöðunni og annað þar fram til götunum. Þau gögn sem við óskum eftir þegar fyrirtæki koma með lánsbeiðni til okkar eru örugglega að mati fyrirtækjanna í einhverjum tilvikum frekar óhófleg. Við viljum yfirleitt vita allt sem við getum og miklu meira en það. Og það er bara til þess að uppfylla þær kröfur sem lagðar á okkur varðandi gegnsæi, lánveitinga og annað fram með þeim götunum og til þess að meta áhættu í hverju verkefni fyrir sig, þá þurfum við bara að fá eins góða mynd af viðkomandi máli, viðkomandi rekstri, eigendum, tengdum aðilum og öllu sem viðkemur viðkomandi fyrirtæki. Ég seti skóstar þarna, það er nú bara djók sko, við þurfum það ekki alltaf, bara stundum. Tökum sem dæmi fasteignalána, því að það er kannski svona yfirleitt sem þessar lánsbeiðnir, oft sem við fáum einhvers konar fasteignakaupin á borð til okkar. Bara svona þannig þið sjáið svona hvernig við erum að hugsa þetta. Að þá er kannski númer 1 er að fá bara ásetninga til þess að sjá svona hvernig hefur fortíð fyrirtækisins verið, hvernig hefur reksturinn verið, er hann á traustum fótum og annað fram með þeim götunum. Svo viljum við sjá hvernig framtíðin lítur út að mati fyrirtækisins, hvernig kemur þessi viðkomandi fjárfesting inn í fyrirtækið, hvaða áhrif mun hún hafa á rekstur fyrirtækisins, á sjóðstreymi og hvernig bara er framtíðarsýn stjórnenda fyrirtækisins hverju sinni. Við munum til dæmis vilja sjá kaupsamning fasteignina, sjá hvernig eigið fé kemur í kaupverðið, hversu stórt hlutfall er verið ásk eftir að fjármagna með láni og annað. Svo er það söluyfirlit sem við biðjum oft og í söluyfirliti kemur fram til dæmis miklu betur upplýsingar bara ástand eignar hennar, hvernig er eignin, í hvað ástand er hún og annað í þeim dúr. Ef eignin er í leigu og verður kannski áframhaldandi leigu og það er einhverju leigusamningar þarna á bakvið sem þarf að taka tillit til og er mögulega eitthvað sem mun vera þarna til grundvallar niðurgreiðslu á láninu, þá þurfum við að sjá leigusamningana.
Í einhverjum tilvikum óskum við eftir verðmati á fasteignina sem kannski er dálítið sérstakt þegar fyrirliggur kaupsamningur og markaðsverð en þetta gerum við svona í þeim tilvikum þar sem kaupendur og seljendur tengjast á einhvern hátt. Bara til þess að ganga úr skugga það að þetta kaupverð sem er þarna til hliðsjónar að það sé svona í takti við markaðinn og verðlagning eignarinnar og þar á meðal okkar trygginga sé svona eðlileg. Og oft viljum við koma og sjá eignina. Ef ég mætti ráða myndi ég koma og skoða allar fasteignir sem ég lána á en maður hefur bara ekki alveg tíma í það þannig að maður reynir að skoða svona eins margar eignir og hægt er. Og það er svona til þess að við áttum okkur betur á því bara hvað þetta er, hvernig ætlar fyrirtækið að nýta hana, viðhaldstörf, staðsetning og bara allt sem því fylgir. Það er svona lykillinn í þessu starfi að lána peninga, það er þessi forvitni og reyna að kynnast rekstrinum, kynnast eigendum og svo ef þið eru að koma með kannski nýtt fyrirtæki í viðskipti, þá fær maður oft þessa spurningu hvað gögn þetta eru sem þarf að koma með til þess að sýna okkur og til þess að hægt sé að skoða hvort að fyrirtæki sé tækt til viðskipta. Þá er þetta stofnsamþykktir félagsins, stofnfundargerðin, hlutafélagaskráin, við þurfum að fá skönnuð skilríki allra stjórnarmanna og svo gerum við áreiðanleikakönnun í framhaldinu. Og þetta eru svona þau helstu gögn sem við þurfum að fá til þess að stofna til viðskipta við ný fyrirtæki. Fjármögnun nýrra fyrirtækja er dálítið getur verið erfið og það er í fæstum tilvikum þar sem hægt er að taka við í kannski eignum fyrirtækja sem verið er að stofna og eru kannski að hefja sín fyrstu skref í rekstri og það er kannski lykilatriði bara eignir félagsins eru ekki með þeim hætti, rekstrarsagan er ekki til, sjóðstreymið við vitum ekkert hvernig það verður, það er svona meira í áætlana formi. Þannig að það er yfirleitt þá eignir eigenda sjálfskuldarábyrgðir eða eitthvað slíkt sem mögulega er hægt að taka til tryggingar, lágum yfirdráttarheimildum, kreditkortum eða eitthvað slíkt til þess að byrja með. En fyrirtæki sem eru að hefja sín fyrstu skref í rekstri, það þarf eiginlega fjármagna þau með hlutafé í grunninn. Lánsformin, þetta er náttúrulega ákveðin svona frumskógur hvaða form hentar í hvert og eitt skipti. Við stillum þessu upp að horfa á lánsformin eftir því hvað er verið að gera og til dæmis ef verið er að fara í einhverjar fjárfestingar í fasteignum eða bílum eða eignum til lengri tíma þá er það skuldabréf, veðskuldabréf, lánssamningar, eitthvað slíkt sem hentar. Vöntun á lausafé, þá erum við að horfa til skammtímalána, yfirdrátta eða rekstrarlánasamninga eða eitthvað slíks og það er þá til þess að brúa eitthvað bil í sjóðstreymi félagsins. Mögulega er einhverja viðskiptakröfur sem fást ekki greiddar fyrr en eftir einhverja vikur eða mánuði og fyrirtæki þarf þá að fjármagna sín rekstur og þangað til að það fæst greitt. Í einhverjum tilvikum er þetta birgðir, mögulega eitthvað að vera að kaupa inn fyrir jólin og þarf fjármögnun á eða einhvers konar lausafjárskortur annar og þá er þetta þessi birgðafjármögnun eða kröfufjármögnun. Við erum með faktoringþjónustu þar sem við erum svona að lána út á safn viðskiptakrafna og svo er það byggingaverkefnin. Þau eru verð að segja dálítið svona trikki í fjármögnun og þar er verið að fjármagna byggingaverkefni á byggingatíma og lánið er þá greitt út eftir framvindu verkefnisins og við erum með ákveðna framkvæmda lánasamninga sem er þá það lánsform sem notað er í þeim tilvikum og við skoðum þessi byggingaverkefni mjög vel. Ábyrgðir eru settar þarna með útlánum af því að í grunninn eru ábyrgðir útlán. Það er verið að ábyrgjast
einhver innkaup erlendis frá mögulega eða húsaleigu eða eitthvað slíkt og ef gengið ábyrgðina þá getur bankinn ekki gert neitt annað heldur en að greiða út þá ábyrgð og hvorki bankinn né sá sem að óska eftir ábyrgðinni hefur neitt það að segja í flestum tilvikum þannig að þess vegna getum við ekki annað heldur en flokka þetta bara undir útlán. Þessi $1 milljón spurning, verðtryggt, óverðtryggt. Ég ætla ekki að fara grúndýrt í þetta, en við erum með sér námskeið bara sem heitir þetta, verðtryggt, óverðtryggt, sem tengist húsnæðislánum bankans. Og þetta náttúrulega eitthvað sem menn velta fyrir sér alveg fram og tilbaka og ég verð að segja að það algjörlega sénslaust að ráðleggja fyrirtækjum hvort það eigi að fara í verðtryggt eða óverðtryggt. Það svona ákveðna þumputareglur á leiðinni sem hægt að nýta sér. Það til dæmis ef tekjur félagsins eru verðtryggðar einhverju leyti, til dæmis er lánasamningur eða segjum sem svo að það sé fasteign með leigusamningi og leigusamningurinn verðtryggður. Þá náttúrulega fylgja tekjurnar verðbólgu og þá kannski eðlilegt að fjármagna slíka fasteign eða slíkt verkefni með verðtryggðu láni. En stóra spurningin í þessu eiginlega bara hver greiðslugeta viðkomandi fyrirtækis og hversu hröð á eignamyndunin að vera inn í fyrirtækinu. Það bara þeim mun meira sem greitt í hverju mánuði að viðkomandi láni, þeim mun hraðar lækkar lánið. Jafnar afborganir og jafnar greiðslur er annað sem fyrirtæki velta dálítið fyrir sér og það við erum ekki mikið í því að lána fyrirtækjum jafngreiðslulán og eins og einstaklingar eru svo hrifnir af þessum 40 ára jafngreiðslulánum í húsnæðislánunum. Heldur þetta jafnar afborganir sem fyrirtæki eru að jafnaði að fá. Og hérna sjáum við svona þetta eru glærur sem ég fékk lánaðar úr húsnæðislána námskeiðinu okkar sem er mjög gott og fer dálítið ítarlega í þetta. En þarna sést bara að gula línan er til dæmis óverðtryggt lán með jöfnum afborgunum og það náttúrulega greiðslubyrðin hæst í upphafi og þar sem þú borgar saman sömu fjárhæð í afborgunum allan lánstímann þá lækkar höfuðstóllinn út lánstímann og vaxtagreiðslurnar lækka náttúrulega í takti við það sem höfuðstóllinn að lækka. Og þess vegna byrja greiðslubyrðin mjög hátt í upphafi en lækkar svo út lánstímann. Þetta reyndar á þeim grundvelli að vextir breytast ekkert eða hreyfast ekkert á lánstímanum ef þetta breytilega vexti að ræða. Seðlabankinn var nú bara að lækka vexti í gær 25 púnta, þannig að hækka vexti, já. Seðlabankinn fór ekki alltaf vitlaust maður. Þannig að í þessu dæmi þá myndi náttúrulega línan aðeins hækka í takti við þessa vaxtahækkun og svo að samanskapi ef Seðlabankinn dytti í huga að lækka vexti þá myndi greiðslubyrðin lækka. En það eru svona aðrir þættir sem hafa áhrif á verðtryggðu vextina og greiðslubyrðin af verðtryggðu lánunum og þar kemur náttúrulega verðbólgan mjög sterkt inn sem sýnir að dökka línan sem er þetta fræga jafngreiðslulán verðtryggða að það náttúrulega greiðslubyrðin mjög lág í upphafi en hækkar svo eftir því sem verðbólgan hækkar á lánstímann. Ef verðbólgan er 0 þá væri náttúrulega þessi lína bein eins og væri í óverðtryggt jafngreiðslulán sem er þarna beina græna lína. Höfuðstóllinn þróast þá í takti við þessar greiðslur og þarna sjáum við gul lína þar sem er óverðtryggt lán með jöfnum afborgunum þar sem greiðslubyrðin er náttúrulega hæst og þá lækkar höfuðstóllinn hraðast á meðan verðtryggða jafngreiðslulánið og greiðslubyrðin er lægst og hefur þá minnst áhrif á höfuðstólinn og þetta er alltaf svona dálítið sorgleg mynd þegar maður horfir á þessi verðtryggðu jafngreiðslulána. Þau eru bara að hækka fyrstu 20 árin miðað við þær forsendur sem gefnar eru hérna sem er 3% verðbólga sem er svona nokkurn veginn sá raunveruleiki sem við búum við í dag. Lánsformin, það eru
ýmsir skilmálar í þessum lánsformum og það svona fer eftir í hvert svona flækjustigið í hverju verkefni fyrir sig, hvaða skilmálar það eru sem þarf að horfa til í hvert skipti. Í einföldum, kannski skuldabréfalánum, þá eru skilmálarnir ekki margir en leið út komið með flóknari lánasamninga þá byrjar þetta að tínast til. En kannski fyrst og fremst það lánstíminn og eins og ég sagði áður þá reynum við svona að sveifla því eða láta það svona fylgja svona líftíma þeirra eigna sem undirliggjandi eru. En auðvitað alltaf hægt að lækka þann lánstíma ef eignamyndun á að hraðari. Fastir vextir eða breytilegi vextir. Í einhverjum tilvikum erum við með fasta vexti og verðtryggða fasta vexti og þeir eru þá fastir til 3 ára eða 5 ára í senn og þeir sveiflast þá ekkert á þessum tíma. Breytilegi vextir sveiflast bara eftir vöxtum á markaði, óverðtryggðir eftir því hvað Seðlabankinn segir og þar fram eftir götunum. En lánum með föstum vöxtum, það fylgja þeim yfirleitt uppgreiðslugjöld þar sem að bankinn að fjármagna slík lán með öðrum hætti heldur en lán með breytilegum vöxtum. Bankinn fjármagnar lán með föstum vöxtum yfirleitt þannig að til þess að minnka áhættu bankans þá tekur bankinn bara samskonar lán með samskonar forsendum. Þannig að ef þú ætlar að greiða upp lánið áður en að lánstíminn er liðinn, að þá verður bankinn fyrir ákveðnu kostnaði við það að greiða upp sitt lán eða eitthvað slíkt og þess vegna uppgreiðslugjald á þessum lánum sem innihalda fasta vexti. En breytilegu vextirnir þeir sveiflast bara. Við hefum ekki verið með fasta breytilega vexti fasta óverðtryggða vexti á fyrirtæki svona upp á síðkastið og það hefur kannski verið helst bara óvissa á markaði sem gerir það verkum að fastir óverðtryggðir vextir eru kannski ekki hagkvæmur fjárfestinga eða fjármögnunarleið. Lántökugjald er gjald sem tekið þegar lánið veitt út og yfirleitt einhverja prósentur af lánsfjárhæðinni sjálfri. Verðskráin okkar 2% lántökugjald og það bara til þess að dekka þann kostnað sem bankinn verður af við að vinna lánamálið og afgreiða lánið. Vaxtagjaldagar. Þetta svona úrræði sem notað í undantekningartilvikum. Vaxtagjaldagar ekki eitthvað sem fyrirtæki geta bara óskað eftir og fengið. Heldur þurfa fyrirtæki að greiða af lánum í takti við þá skilmála sem í lánu hverju sinni og það yfirleitt afborgun og vextir sem greiða þarf af slíkum lánum. En í einhverju tilvikum geta vaxtagjaldar aðstoðað ef það einhver lausafjárskortur í félaginu sem vitað til eða svona menn vonast til að sé til skamms tíma þá gæti verið sterkur leikur að setja vaxtagjalda á slíkt lán til þess að koma félaginu yfir erfiðasta hjallinn. Þar eins og fasteignafélögin alltaf gott dæmi að leið og missir leigutaka úr eigninni og það ákveðið högg sem tekur smá tíma að brúa og þá gæti mögulega vaxtagjalda verið eitthvað sem myndi henta í slíkum tilvikum á meðan verið að leita af nýjum leigutaka inn í eignina. En þetta undantekningaúrræði sem svona hentar í einhverjum tilvikum þegar svona eitthvað gap í sjóðstreymi fyrirtækja. Í flóknari lánssamningum eru oft kvaðir og kvaðirnar eru jafnmargar og það eru sannkotn á ströndinni, það verður bara að segjast. Og menn alltaf að finna nýjar og nýjar kvaðir til þess að setja inn í samninga og þessar kvaðir eru settar inn í samninga til þess að hægt sé að hafa eitthvað það að segja ef það verða stórar mikla breytingar í rekstri fyrirtækja sem kannski
svona hafa áhrif á þær forsendur sem lagt var upp með í upphafi með viðkomandi fjármunum. Og bara dæmi almenna kvaðir, það til dæmis að það getur verið farið fram á skilársreikningi fyrir 1. júlí hvers árs eða eitthvað slíkt. Mögulega hefðu einhver aðkoma að láninu eða eru einhverjar breytingar í hlutafahópi eða eitthvað þar fram til götunum. Fjárhagskvaðirnar eru svo kvaðir sem tengjast á helst rekstri félagsins og þeim tölum sem komum úr kassanum þegar ársreikningur er útbúinn hvert ár. Og dæmi fjárhagskvaði væri til dæmis að eiginfjárhlutfall fær ekki niður fyrir 30% eða einhvers konar skuldir á móti EBITDA kvöð einhver að ef skuldir EBITDA fer niður fyrir 5 eða 4 eða eitthvað, það hefur þá einhver áhrif þess efnis að við getum þá haft aðkomu að láninu og mögulega endur fjármagnað á einhvern hátt. Svo er komið að bankanum. Að þetta fer inn í þessa þeytivindu sem fyrirtækin hafa enga aðkoma að og vita ekkert hvernig fungerar. Og það er til dæmis þessar forsendur sem við skoðum og til grundvallar ákvörðun að við viljum velta við hverjum einasta steini í því þegar við erum að skoða lánamál og fyrirtæki og það þarf að vera traust og trúnaður. Við náttúrulega skoðum viðskiptasögu og greiðslusögu og annað fram til götunum. Tryggingar, það er náttúrulega okkar starfsemi að lána pening og taka tryggingar á móti en tryggingar og sjóðstreymi þurfa alltaf að fara saman. Það þarf að vera hægt að sýna fram á það að fyrirtæki geti greitt í takti við greiðslubyrði lánana og tryggingar þurfa að vera til staðar. Tryggingar einar og sér réttlæta ekki lán því að það verður bara að sýna fram á það hvernig á að greiða af slíku láni af því að til þess er leikurinn gerður. Við höfum sett okkur stefnu ábyrgar lánveitingar og samfélagslega ábyrgð og það er eitthvað sem við þurfum að hafa hugfast í okkar lánveitingum og þar kemur inn bara þær peningaþvættis tilskipanir sem við höfum tekið inn í og erum að vinna út frá og svo þessi samfélagslega ábyrgð sem við þurfum að fylgja. Til dæmis, ég var svona að velta fyrir mér hvað myndum við ekki fjármagna? Handsprengiverksmiðja Hafnarfirði er eitthvað sem við myndum kannski ekki fjármagna á grundvelli samfélagslega ábyrgðar, sama hversu gott sjóðstreymi væri. Þannig að af hverju tekur þetta svona langan tíma? Það þarf að liggja fyrir nákvæm greining á því á hvaða forsendum við erum að taka ákvörðun það að lána út peninga og þar erum við í samstarfi við bara að vinna út frá reglum fjármálaeftirlitsins og reglum bankans varðandi skjölun og annað. Og það fer sem alltaf eftir fjárhæðum í hvaða farveg málin fara. Lægri fjárhæðir eru þá innan heimilda útibúa. Hærri fjárhæðir þurfa að fara í viðeigandi lánanefndir innan bankans og svo þær allar stærstu fara allar leið upp í stjórn. Þannig að það þarf að hafa allar með í ráðum eftir hvernig verkefnið er. Þetta er það sem við skoðum hvað mest, það er ásetningur og rekstrar áætlun, sjóðstreymisáætlun og allt þetta. Við náttúrulega skoðum vanskilaskrá og lánshæfismat Creditinfo er eitthvað sem við fylgjumst með og fyrirtæki þurfa að vera meðvituð að vera ekki á vanskilaskrá og hvert er lánshæfismatið og þetta er eitthvað sem fyrirtæki þurfa að svona nostra við, að passa upp á að þetta sé allt í lagi. Við skoðum eigendur og fjárhagsstöðu þeirra og hóptengdra viðskiptavina. Við þurfum alltaf að taka saman samstæður
og fyrirtæki og eigendur þeirra eru tengdir saman og litið á sem eina fjárhagslega áhættu innan bankans og þessar tengingar þær geta verið bæði eignarlegs eðlis að eitt fyrirtæki á meirihluta í öðru fyrirtæki eða stjórnunarlegs eðlis að sem mögulega fyrirtæki eða einhverjir eigendur hafa beint eða óbeint yfirráð yfir rekstri annars fyrirtækis og í þeim tilvikum þá þurfum við að tengja viðkomandi saman og horfa á sem fjárhagslega tengda aðila. Og frægt dæmi úr hruninu var bara þegar Jón Ásgeir og konan hans voru ekki tengd saman en það er svona kannski eðlilegt að endurskoða það með við bara þá áhættu sem það hefur í för með sér. Skjalagerðin. Ef við erum komin í gegnum allar þessar hindranir og fáum grænt ljós á að veita ákveðið lán, að þá fer þetta í skjalagerð innan bankans. Skjalagerðin getur tekið innan dagsins ef þetta er einfalt skuldabréf og upp í vandræðalega margar vikur ef þetta eru flóknir lánasamningar sem þurfa kannski að fara þvers og kruss á milli bankans og fyrirtækisins varðandi yfirlestur og annað. Þannig að það er mjög misjafnt eftir hvernig verkefnin eru, flækjustig og annað, hvað þetta tekur langan tíma. Undirritun skjala. Þeir sem rita firma hvers fyrirtækis, þeir hafa til þess heimildir til þess að skuldbinda viðkomandi fyrirtæki. Og firmaritun fyrirtækja er eitthvað sem hluthafa fundur ákveður og er í stoppsamfundum fyrirtækja. Og er svo í hlutafélagaskránni og það er svona það form sem við sjáum hvað oftast er náttúrulega bara meirihluti stjórnarrit í firma félagsins og hafi þá til þess heimildir til þess að skuldbinda viðkomandi fyrirtæki. En svo er það þinglýsingin. Þinglýsingin hjá sýslumönnum á höfuðborgarsvæðinu í dag tekur 11 virkadaga. Þannig að þetta er eitthvað sem bætist ofan á þennan tíma, sérstaklega þegar verið að taka tryggingar í fasteignum eða annað í þeim dúr. Það fer náttúrulega eftir í hvaða sýslumannsembætti er að ræða í hverju sinni, hversu langa tíma þetta tekur. Það er mörg sýslumannsembætti út á landi sem gerir þetta innan dagsins og mjög gott þegar maður er staddur þar. Og í lokin er lánið greitt út. Varðandi þinglýsingar, þá bara því ég skrifa þetta hérna hjá mér að stimpilgjald, það var því var breytt fyrir 1 eða 2 árum síðan að það er ekki tekið stimpilgjald af veðskuldabréfum eða tryggingarbréfum lengur eins og var, að það var gríðarleg kostnaður við það að þinglýsa tryggingarbréfum eða veðskuldabréfum. Nú er stimpilgjaldi bara tekið af kaupsamningum og þannig að það var svona til einföldunar á öllu kerfinu og þetta er ennþá drullu dýrt að greiða stimpilgjöld en þau eru greidd út á annan hátt. Rafræna vegferðin. Nú bindum við mikla vonir við það að rafræna vegferðin muni stytta þennan tíma allan. Og það er svona það sem maður sér núna framundan, það er rafrænar undirskriftir. Og bara það eitt og sér mun stytta þetta ferli talsvert og tala nú ekki ef þetta eru stærri stjórnir og menn eru erlendis og annað sem við lendum mjög oft í að ef stjórnarmaður sem verður að skrifa undir er erlendis og þá getur þetta bara verið mjög flókið en rafrænar undirskriftir er eitthvað sem við bíðum mjög spennt eftir og á eftir að stytta þetta ferli vonandi talsvert. Rafrænar þinglýsingar er annað sem við höfum heyrt af að sé í pípunum og það er líka með þessi 11 virkudaga sem þetta tekur hjá sýslumanni í dag að ef það er hægt að gera það með rafrænum hætti innan dagsins þá myndi það hjálpa okkur alveg helling og stytta þennan tíma talsvert. Það væri kannski gaman að heyra frá ykkur í lokin bara hvað það er í þessu ferli sem þið gætu séð fyrir ykkur að væri rafrænt og myndi vilja sjá rafrænt.
Það alltaf þeim meira sem komið í síman af þessu, þeim betra virðist vera, sko. Og það einhvern veginn eins og heimabankinn í tölvunni sé að vera að víkja honum til hliðar fyrir síman og bráðum gerir maður allt í símanum. Útborgun láns. Já, þetta er svona geggjaður bankabrandari. Fyrsti greiðsluseðillinn, hann kemur á þannig viti af. Það er yfirleitt. Nýbúinn að fá útlánið og nýbúinn að komast inn í fasteignina og þá bara búmm. Við leggjum rosalega mikla áherslu á að það sé gott samband á milli fyrirtækja og bankans. Þeim mun betur sem við þekkjum rekstur fyrirtækjana, það umhverfi sem fyrirtækin eru í, eigendur, forsvarsmenn, þeim mun auðveldara fyrir okkur að þjónusta fyrirtækin og gefa ráð þannig að það hendi hverjum og einum. Við gerum eins mikið af því og við getum að hringi í fyrirtæki og fara í heimsókn til fyrirtækja og þannig að ef þið hafi ekki fengið heimsókn frá okkur og það sé eitthvað svona spennandi sem þeir eru með í pípunum eða viljið sýna okkur, þá er að gera að kalla eftir heimsókn frá okkur af því að þetta er svona það skemmtilega sem maður gerir í vinnunni, það er að fara út úr húsi og sjá bara hvað þetta er sem fyrirtækin er að gera og sjá líka stjórnandi fyrirtæki í sínu náttúrulega umhverfi. Þannig að, og svo með þetta ferli allt saman, með þetta sem ég er búinn að vera að fara í lánsbeiðnina, lánsformin og allt þetta náttúrulega, þetta er samvinnuverkefni á milli bankans og fyrirtækisins, fara yfir hina ýmsu kosti sem eru í stöðunni hverju sinni og þannig að þess vegna leggjum við mikla áherslu á að þetta sé bara unnið í góðu samstarfi og þannig komumst við að bestri niðurstöðu í hvert skipti. Sjóðstreymisáætlun eða rekstraráætlun, þetta er svona þegar þetta er komið á þetta einfalt form, þá er þetta einhver staðar þarna á milli. Þetta er það sem við leggjum rosalega mikla áherslu á í allir okkar vinnu og þó svo að við áttum okkur mjög vel á því að fyrirtækin er ekki með neina kristallkúlu það sem við geta séð nákvæmlega fyrir hvernig framtíðin lítur út, þá viljum við samt fá svona þeirra tilfinningu fyrir því hvernig þetta muni geta litið út í framtíðinni. Og við gerum rekstraráætlanir eða svona áætlanir varðandi bara hvað við erum að fá í kassan og hvað við þurfum að borga, hvort sem það er varðandi heimilisreksturinn eða sumarfríið eða reksturinn og hvort sem það er gert bara í huganum eða servietu að þetta hjálpar allt saman. En við erum búin að búa til svona einfalt form þar sem tekið er bara á tekjum, helstu gjöldum, hvaða greiðslubyrðir eru af lánum og þá er bara komið einhver svona niðurstaða í reksturinn. Og það eru blöð hérna frammi þar sem þið getið skrifað netfangið ykkar á og ég mun þá senda ykkur afrit af svona Excel-skjali sem þið getið fyllt inn í tiltölulega þægilega. Og við höfum séð svona þeim mun einfaldara sem þetta er, þeim mun einhvern veginn betra er að nota þetta og svo er hægt að bæta við línum og hvaðeina. En þetta dæmi til dæmis, þetta getur verið ferðaþjónustufyrirtæki, janúar öll glataður og apríl geggjaður. En þarna er strax komið hagnaður upp á 445.000. Þetta er rosalega auðvelt að stórgræða í Excel. Þannig að þetta þarf alltaf einhvern veginn svona að endurspegla raunveruleikann og með því að gera svona áætlanir fram í tíma þá líka sjá fyrirtæki fyrr hvernig greiðslustreymið er hjá þeim. Eru mögulega einhver vandræði framundan, þurfum við að fara til bankans til þess að kanna með lánafyrirgreiðslu vegna lausafjárskorts eða eitthvað í þeim dúr. Þannig að þeim mun fyrr sem fyrirtækin átt að sjá því þeim mun betra og þeim mun auðveldara að vinna þessi mál og þeim mun fleiri lausnir í boði. Þannig að endilega setja netfangið ykkar á blöðin frammi og ég mun þá senda ykkur eintak af svona kynningu. Rekstraráætlunar formi. En annars ætlum við að halda áfram með þessa fyrirtækjafræðslu Íslandsbanka núna í allan vetur fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki og verðum með svona ýmsa viðburði í þessa veruna.
Þetta er dagskráin í nóvember og það er nóg að vera. En annars formlegu erindi mínu lokið í dag. Ég þakka bara kærlega fyrir gott hljóð, en ef það einhverjar spurningar þá getum við kannski tekið það í lokin. Takk fyrir.